Bjartur, mættir aftur. Já, velkomin í Mad Men. Já. Takk. Ég heiti Davíð. Ég heiti Davíð. Já. Ég heiti Bjartur. Já. Og þú heitir Jasmín Olsson. 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 Yes. Já. Ég held nefnilega alltaf að veri Olsen, en það er Olsson, þannig að það leiðréttist ég með. Takk fyrir leiðrétt þetta. Já, bara verða góðu. Og það er sænst. Det er svenskt, ja. Yes. Og þú kemur frá Svíþjóð. Ja, jag är atlet till Svíþjóð. Já. Så jag är uppallen av svenska föräldrar. Já, ok. Og flytur frá Svíþjóð til Íslands hvenær? Jag lärde äventyr med Jónina Ben i Svíþjóð. Okay. Och hon bara sa mig att Island var bara mycket mer spännande. Já. Jag var alene till New York och då började hon mera mittlanda här till att... Ítóksa? Nej. Hon sa bara, sjá heiminn. Já, ok. Så hon var nog att sälja landet mjög falleg, myndi ég segja. Þessu sé minning hennar. Já, sko, þú varst á leiðinni til New York, millilendur hér og hvað ákveður að vera hér? Já, wow. Hvað með New York? Hvað Já, gerðist? nákvæmlega. Já, ég fór til New York Já, ok. líka. Ég var rosa mikið vinna í borgum London, New York, Copenhagen. En á leiðinni þangað millandi alltaf hér og gera eitthvað smá verkefni fyrir Jónina og meðal annars som Magnús Geving og ég er búin að vera í helsubransanum svona mesta tíman minn. Varst í Latabæ? Nei, ég náði aldrei að vera Nei, ok. ég var í Latabæ. Mjög hissað því. Nei, ég var ekki tengt í og hann var náttúrulega líka með líkamsræktastöð. Já, alveg rétt. Svo ég fór að vinna aðeins fyrir hann, aðeins fyrir Jónina. Það er svolítið langt síðan. Það er langt síðan. Það er mjög langt síðan. En ég kom hinga fyrst fyrir Jónina 92 og svo aftur 98 einhvern tímann. En svo ákveði ég að vera hér frá 2000. En þegar þú segir þú kemur að vinna, er það allt í kringum mat og matselt eða var þetta eitthvað allt annað sem varst að gera? Ég held að þið veit ekki mikið mér. Nei, Ég heyri það. við vitum svona pínu en alveg nóg fyrir þið til að koma okkur óvart. Já, ok. Já, þetta voru spennandi. Nei, ég er í grunninn dansar og danshöfundur Ok. og var að vinna með það og ferðast mjög mikið út allt og vann á mjög skemmtilega stöðum. Ég var ferðast á svona Smash Hits tour með Backstreet Boys og fleira og já, ég var að gera mjög margt skemmtilegt en enda samt með að það var eitthvað magic með Ísland sem gerði að ég í lokinum bara ákveði að vera hér. Ok. Við erum ekki þekkt fyrir að geta hreyft á okkur mjöðmennar mikið nema þegar maður er komið svona aðeins á skrallið. Já. Jú. Ég Kannast við þetta? allan að kann ekki dansa sko. Það geta alveg viðurkennt það. En þú ólst alveg upp í Svíþjóð. Já. Hvernig var alveg upp í Svíþjóð? Lærðu þér að elda þar? Faðir minn var rosa góður að elda. Hann var rosalega flottur í því og ég held að ég fikk mikið innblástur frá hann. Nema ég fatta mjög snemma að ég var ekki sérstaklega sænsk og fíla sænska kjötbollur en mér fannst að vanta eitthvað í matinn. Svo það vanta alveg krydd mjög mikið. Ég fór að leitast í því basically sjálf held ég og fann bara maturinn var góð en það vantar eitthvað. Og þá byrjaði svolítið mitt ferðalag þegar ég var að ferðast með dansinn og vinnunni. Þá fór ég alltaf að leita eftir veitingastæður sem var öðruvísi og það var erfitt að finna indverska veitingastæður. Núna er þau til á hvert horn. Ekki hér. Það má ekki vera neitt horn, þá komum við. Já, í útlöndum alltaf. En það var ekki svo list þá. Það var bara pizzur og hamburgari og kínversk matur. Já. Svo það var svona smá leit í að finna það. En ég fann að það var nauðsynlegt að veita hvað ég myndi tengjast, hvað var svo vanda. Það er svolítið vinna að gera indverskan mat. Plokka kardímónuna, þetta er ekkert nema vesen. Þú finnst það ekki? Ég elska það, sko. Já. Nei, ég er að tala alveg frá grunn. Já, mér finnst það. Það er alveg bara, þú veist. Það er eitthvað svo fallegt við það. Það er alltaf svolítið Já, það hefur nógan tíma. Það er svolítið sem með allt. Það er svolítið sem allt. Eftir nennur að gera þetta og bara vera eitthvað svona ekstra. Já. Það er alveg. Ég nenni því alveg frekar ef það er indverst og eitthvað svona kryddað sko. Þá nenni ég því alveg oft sko. Er það bragðið, er það spicy, er það... Ég held að það sé allt. Ég held að það sé það að pilla og brjóta og djöflast í kryddi og marinera og fá, þú veist,
þú veist, bara setja kjúklingi jógurt með einhverju dóti og þú veist, og svo smakkar það í endan og þú ert bara, já. En þessi krydd, þú veist, þegar þú fer til dæmis til Indlands og svona og fer á markað, það er allt í kryddum út allt, þú bara andar að þig krydd aróma, þú veist, þú ert að labba Þetta er svo mikið ást, ég var bara að segja og svo gaman að heyra þú sagði þetta bara En það er líka bara, sko, ég vil meina að indversk matagerð sé bara svona með þeim flóknustu sem þú finnur að því að þú getur alltaf farið dýpra að því að þú ert að læra hvenar þú átt að steikja öll kryddin í hvaða röð og hvað, þú veist, hvernig þú átt að gera þetta allt og það er bara, maður er endalaust að læra það og þróast í því. Ég held að það sé líka það sem mann finnst svo skemmtilegt við þetta. Það er að vera útskrifað hjá NASA til að kunna þessa liti? Nei, ég held að bara eins og fólk sem bara elst upp í þessu, sko, þau bara, ég held að Indverjar sé alveg bara með miklu meiri skilning heldur en við Íslendingar bara út af því að þau fæðast í landinu og þetta er djúpt í þeirra menningu, sko. Já. Þetta er bara sem þú segir, þú veist, þetta er kannski aðstæðan fyrir því að það er ekki allir í þennan mat, aldannan mat og þú verður að hafa rosa mikið passion og þolmu og sem ég er ekki uppalinn þar út af ég þurfi að læra allt og ég er ekki svona menneskja sem finnst það rosalega gaman að lesa uppskriftir. Þú þurftir að læra þolinmæði líka. Ég þurfi að læra það að ég get ekki bara henda allt í pottin og það kemur inn að mismunandi tímar og að mismunandi leiðir, sumt er heilspæs, sumt er mulið og það gefur mismunandi bragð hvernig þú setur þetta saman og hvernig það kemur inn það er svo mikið details og það er mjög fallegt og mikið list finnst mér og ég hef fengið sem sagt að elda rosalega mikið með rosalega flotta kokkar sem hefur verið heiður og líka verið kannski minn education bara innum í þetta með mat þú veist út af því að þau veit hvað mikið vesen þetta er svo þau finnst það kannski einfaldur að fá mig inn sem er búin að vera að stúdera þetta ég þurfið að stúdera þetta til þess að ekki ég ger allt vitlaus, ég lærði það, ég meira að segja ég fór til New York í indverskan matræslu skóla á hvern tíma, ég fór líka til Indlands að læra og þegar fikk það ekki vera á Michelin staður í nokkra dagar að æfa, þá fann ég það svo sterkt að ég hef gert allt rangt ég hef bara sagt allt í matvíslinu ég ger allt rangt en það sem ég gerði líka var að ég bjóð til eitthvað nýtt út af því að ég kem frá Svíþjóð og ég er búin að vera á Íslandi og ég tengdi inn My Fresh út af ég er líka engaþjálfari og læri Nutrition Consulting ég svona hafði það með svo ég kom með þessa bragð sem ég er að bjóða upp á sem er indverska mat með Scandinavian twist sem brings in a little bit more healthy food út af ég tek með grænmeti ferskt alveg eins som ég er að nota sósun og allt þetta en ég emblina með að ég hafa þess clean reynd sem hægt er. Það er til svo marga góða indverska veitingastafir og mér langar bara að vera ans öðruvísi og nota bakgrunnin minn út að I didn't grow up with my grandma. So, en hvað heitir staðurinn sem þú ert með núna í dag? Þú ert með á nokkrum stöðum. Ok, ég ætla að segja hvað hún heitir og þið ætla að giska hvað það þýðir. Já, sæl, ok. Hún heitir Funky Bangra. Funky er maður náttúrulega, þú veist, ef það er náttúrulega bara ensku, funky, það er eitthvað fíla eða svona. Nei, fíla. Það er stemming. Það getur líka verið funky smell, sko. Já. Ég ætla ekki að spyrja þig. Ég ætla bara að spyrja þig. Funky er bara eins og tónlist. Já, ég er að segja. Það getur verið margar átti með funky, sko. Já. Þetta er ekki góð auðlýsing. Þetta er skrítið að fara beitt í bíluna, sko. Það er alveg... Nei, þetta var sætt. Ert þú þá mjög funky? Nei, funky, sko, ég hef spurtið af þessu einhvern tímann. Ég spjallaði, ég veit ekki hvort þú munir eftir. Ég hitti einu sinni þú veist að vinna á Funky Bagdad. Já. Og ég fekk mér 2 bjóra og fekk mér að borða það. Ég held að ég hafi verið í svona 1,5 tíma. Ég man eftir því. Bara að spyrja þig út í, þú veist, allt sem þú veist að gera á svona. Svo þú veit svarið. Ég man það samt ekki, sko. Ég held að þú hafi sagt mér að þér, en ég Funky Bagdad hvernig segir maður? Þetta er svo yndislegt. Bagdara. Mér langar nefnilega að gera auðlýsingu þar sem fólk er að reyna að segja þetta. Viltu byrja? Funky Bagdad. Það getur verið Bagdad, þú veist, það er ennþá að vera. Nei, ok, svo ég hugsaði rosalega vel á ég setti þetta namn hana það. Ég veit það er svona erfitt að segja en það er mjög eftirminnilegt þegar maður veit hvað það þýðir. Þetta er sem sagt skemmtilegasti dans í heimi. Bangra. Yes. Og það er það sér ding, 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 ding. Stemdansari, stemmaradans. Já, sko, ég hef unnið á hótelum og á stóru hóteli þá er oft koma
hópar frá Indlandi og þeir eru oft með kannski bara 20 manns sem að koma með bara til að sjá eldamennskuna og en ég man eftir einu hóp, þá var þau var alltaf með á kvöldin, var alltaf skemmtun og þá var alltaf eitthvað svona eitt kvöldi var danskeppni, eitt kvöldi var karaoke-keppni og það var alltaf svona, það var rosa mikið dans og stuð og svona feelingur sko. Já. Þetta náttúrulega þetta Bollywood-koncept og Bhangra som sagt en út af þessar danstegundar og mér fannst bara matin okkar svona, þú finnir samsetninguna við það sem þessum vibrant colors, bara rosalega energy, rosalega mikið hreyfingu og mér finnst bara matin okkar vera það út af því fannst mér henda rosalega vel svona matur sem færi til að dansa så það var svolítið pælingin með það og funky fyrir okkar, fyrir mér stendur fyrir að we're untraditional við erum svona, we break all the rules og við höfum líka fengið að heyra það frá traditional Indians som bara vil hafa sitt út af því það svo mikið list og art að það þarf bara að vera ákveðin stíl af því en ég náttúrulega ekki traditional Indian mér var bara ætlaðið í burtu svo ég var bara að gera minn svona hefð eða svona búið til mitt úr það sem ég kemur svo funky fannst mér gefa mig leyfi til þess að og funky svolítið cool finnst mér svolítið svona like you said bara the music veist, það allt í því og tónlist og matur Akkurat. Það alveg eitthvað stemning þar og það gaman að fá eitthvað sem funky sko, þú veist eitthvað það flippa eitthvað svona öðrísi og ekki funk bara það bara svona brjóta upp formið einhvern veginn og eitthvað svona þetta geggjað Nú lærið þú eitthvað nýtt Já, ég lærið alveg algjörlega eitthvað nýtt En þið eru svolítið að vinna með fjólubláan og svona lit Þú hefur tekið eftir Ég mjög hrifin af þessu stað ég hef alveg farið nokkur sinnum og fengið mér að borða þarna og ég til dæmis elska papadúms það bara, ég verð glaður í hjartanu ef ég fæ papadúms og við reyndum að gera eitthvað nýtt þarna svo í staðan fyrir að vera með þessa stóra hefbunna sem mann fæ alltaf líta á alltaf þegar maður fyrir veitingastað þá ákveðum við bara að vera með mini papadums sem óvenjulegt og ég fikk meira að segja samtal frá framlegandi spurði bara hvað ég var að gera með þessar papadums og við sem sagt við erum með papadums í staðan fyrir franskar með hambúrgarna okkar En samt með sama konsept í rauninni þú veist að því að þú færð sósu með í svona dipstær eins og þú væri að fá franskar til þess að dýfa í sósu nema þú færð papadums í staðin og svo færðu tamarin öfilegt tamarin chutney en út af því við erum í Íslandi og allir að skjá majónes hér tamarin majónes í staðin svo það er svo gaman að upplifa eitthvað nýtt þegar mann kemur á svona stað Talandi það, ég fór með konunni og fólk okkar að borða staðnum hjá þér og ég fekk með lamb á spjóti það voru svona spicy pylsur líka á spjótinu og fullt að sætum kartöflum og mjög litríkt allt saman og naanbrauð og þetta var alveg hrikalega gott það var alveg æðislega góða matur Akkurat, og það líka svona ég held að þetta er svona pínu saga með hver rétt eða og som lambaspjótið það svona, hann virkelig represents það sem við erum og nú ég er náttúrulega gift en Íslandingur og þetta svona spila svolítið saman í það sem við erum að bera fram við erum með íslenska lambið sem náttúrulega, það ekki hægt að keppa við það finnst mér og ofan á því við erum búin að marina lambið og svo kemur þessar pylsur frá pylsumestran sem rosa góð vinn minn Sigga, hann mjög góð vinn minn þegar ég var með stóramælið þá gerði ég þetta spjót og ég sagði honum að fyrir nokkuð tíma að opna veitingastað þá mun ég hafa þetta á menju svo ég er með, hvað heitir það, EM-pylsan sem er með pineapple hún er alveg við fengum hann hingað sko, Sigga og ég fór daginn og fekk mér þessa pylsu og hún er ógeðslega góð er það ekki með papaya og ananas ógeðslega góð ríkalega gott staf Ég skil vel að þú skulle hafa notað hana á seðrinni ég er svona með lambakjöti svo ég er með þessa pylsu með ananas, papaya og svo er ég líka með chorizo svo setur alltaf saman spjóti marinara inn í þess krydd sem fyrir ég með vindalós sós över og toppara með lingonberry jam sem er sannska lingonsild þetta er eiginlega óþólandi gott þetta var bara það þetta er líka bara skemmt twist, það er svo gaman að twista öllu saman og leika sér að þessu það má alveg fikta og gera og prófa og þá getur maður lent í einhverju geggjuðu sko. Og þetta er það sem sko, ég vil sjá meira af í þessum mathöllum og svona
að þegar þú labbar inn að það sé svona svolítið frumskógur af stöðum þar sem þú ert með bara svolítið svona mikið af alls konar þá meina ég kannski aðeins minna af hamburgurum og pítsum sko, þú veist og eitthvað meira svona bara þú veist að ég dróst strax til þín því þannig var bara svona, já, þetta svolítið öðruvísi en ég er vanur að sjá þá fer maður þangað sko og mér finnst að mætti vera meira af svona sjensum í þessum matöllum til þess að pimpa það aðeins upp sko. Ég var í matöll núna á Akureyri daginn í Iðun. Já, nýja matöllin, já. Mér finnst vanta svona staði eins og þú ert með. Takk Það fyrir ætti að vera bara kjúklingur eða sushi eða pasta eða pizza. That's it. Það vanta eitthvað svona framandi meira fannst mér. Og allt mjög flottan inni, ég ekki að segja það. Það er rosa góðan indisk stað á Akureyri sem kannski áttu bara að gera eitthvað lítinn ekstra bulla þar. Það er alveg mjög góð indisk matur á Akureyri. En mér er rosa forvitin að því að þú ert ættleidd til Svíþjóðar og elst upp í Svíþjóð en fer samt rosa mikið í svona indverska matarpælingar. Já. Var það bara eitthvað sem að þú veist, þú þurftir að gera eða eitthvað sem að þú fannst þú þurfa að kynnast Indlandi meira eða eitthvað svoleiðis? Já, ég held að allir sem ættleiddir í burtu frá rætuna sína mun einhvern tímann í lífi finna að þeir þarf að tengjast og veit eitthvað meira og minn leið var bara 100% matinn. Fyrst var maturinn og svo var það dansin en það var ekkert sem ég nokkuð tíma búin að hugsa myndi gerast. Ég var bara með ákveðin plan, ætla bara að fara að gera bara vera í minn dans og bara vinna með svið og allt þetta en svo bara gerist það að ég kannski svona sakna matinn minn svo mikið að fór búið til bók fyrir Íslendingar indisk matagerð og svo fatt ég hef aldrei verið á Indlandi svo ég þurfi fara þangað út að ég fann bara hver alltaf trúa þig eða svo ég þurfi þá byrja þú veist stóra verkfærin vegferðin að fara til Indlands og byrja að stúdera þetta og læra og allt þetta og leita svona meira upprunna þinna og þú veist hver þú ert og hvaðan þú kemur og þetta er eiginlega svolítið þannig ef þú alveg upp eitthvað staðar út í buskama ef þú vissir þú Íslendingur myndir kannski vilja koma hvað heldur þú myndi sakna? Testa spiðakjammana og svona ég meina en þetta er svona eitthvað svo fjarri manni maður er einhvern veginn en maður skilur þetta maður er alltaf stuðið þú veist bakgrunni sinn örugglega sko, Já, ég fyrir minn hönd, ég held að það situr alltaf in your DNA það er bara svona, út af því að ég fatt ekki sjálf bæði dansin sérstaklega og kryddin bara, ég segir alltaf, matum valdi mér ég bara elska að borða sem þú varst að segja, fannst það gott með mat og mismunandi bragð og er ekki bara indast, actually var ég að stúdera Middle Eastern matur líka og fyrsta bókin minn heitir, eina bókin minn heitir Indian Arabic food það var bara kryddin sem svona fascineyti mig en auðvitað var Sri Lanka og India sem var í hjartanu en já, svo dansin sérstaklega, þá kemur þessa mynd þarna, Slumdog Millionaire hann kemur og ég hef ekki búin að gera neitt mikið þá en þá fann ég bara svona veist, hér er ég og það er ekki svo mikið indverja kringum mig, það var á þann tíma og ég hugsa bara, ef það einhver tíman er cool að vera indverja, það er núna so let's use that and do something það var tækifæri, þetta var bara tækifæri og það sannlega kom svona augu á Indland og kultúrin og það ákveði ég bara að setja saman, var nýbúin að gefa út bókum minn og ákveði bara að setja saman Bollywood show og ég var ekki búin að dansa sérstaklega mikið Bollywood, en ég er búin að dansa allt annað, basically, margt annað svo ég byrjaði bara að stúdera þetta á YouTube og fór inn þetta og lærði þá að alla myndina er svona 3 klukkutíma langar og dansuna svona 20 minútur langar og ég bara, það var erfitt að gera þetta, en svo ég tók bara það besta úr myndina og ákveð bara að læra það og fekk bara fullt af flotta dansurum sem ég unni með gegn árin að koma með mig að gera þetta, en það kom mér enda mjög óvart hvað ég bara var með þetta í mig, bara hreyfingina kom bara, þetta var bara eitthvað ég var bara, what? og það var rosalega ótrúlega upplifun og það tengdi mig náttúrulega bara straight back ég hef ekkert af þessu í mér sko. Nei, ekki ég held að væri alltaf að kreista fram eitthvað smá ég held nefnilega ekki, ég vantar í mig allan svona já, ég er ekki nú mjúkur einhvern veginn í mjöðmónum já, en ég skilji, ég er nú gift hann Argrimur Fannar í Skítamoral og þegar ég kom hér fengið fyrst og var vinur þeirra, bara ég fór bara á ball ég bara skildi ekki neitt hvað þessa
dans var hjá ykkur og það var þann tímabil það hoppa man svo mikið með tónlistin á ball bara á ball, það náttúrulega allt annað í dag en þetta svona, kannski svona smá vikinga hvað heitir það, inheritage bara eða bara menn kunni ekkert að dansa bara hoppa bara ég held að búið breytast mjög mikið með börnin okkar já, kannski ég kann ekki dansa sko, ég viðurkenni það alveg og maður hefur alveg svona verið komin kannski í nokkru bjórar í mann og komin á einhvern stað og tónlist og hvað gerist þá? Þá heldur maður einhvern veginn maður kunna dansa og þá reynir maður og svona og svo maður bara þakkláttur að enginn hafi tekið upp símann og svona þannig að maður geti lagt það bara í baksýn í speilin og move on sko en ég sá einhver staðar á netinu þá sá ég hérna viðtal við þig þar sem maður varst að fara yfir matavagnin Já það var svolítið skemmtilegt að hérna þið tóku þátt í götubita hátíðinni og þið voru svolítið svona sein að byrja eða ekki já þetta var mjög skemmtilegt hvað heitir hann, Robby kom til okkar og bara okkur og sagði bara, vá, þið væri flott og hann kom frá svolítið síðan og sagði bara það var mjög skemmtilegt fyrir ekkur að taka þátt í eitthvað svona og faktist var hugmyndin okkar frá upphafi ekki að opna einhver restaurant þannig það var að hafa matarvagn og það við talaðum fyrir 5 ár síðan ég er búin að vera rosalega lengi í street food pælingar og maður sér að ef maður kíkir í síðustu bókið mín það rosalega mikið street food sem kom fyrir 10 ár síðan já, mér langar alltaf að gera matarvagn út af því að ég hugsa svo mikið stemningen, lukki, allt saman og það ég kem frá showbusiness og Addi líka svo þetta eitthvað sem hendar okkur mjög vel nema svo fekk við vera boði að vera í mathöllin þarna og það var mælt með að pröfa það fyrst og svo fara út frá því og ég lyst á því og er mjög ánægð með það alveg. Og svo erum við með nokkra öðru verkefni í gangi og opnaði Gnóðavóin bara rétt fyrir sumarið bara frekar nýopnað og þá kemur Addi, herri, á ekki fyrir mig þetta dæmi, ég bara nei, og það margt á planinu við erum sagt að opna annan stað í höst svo ég var ekki alveg game með að gera þetta en hann næði alltaf að snúa mig svo 3 weeks áður en keppnin þá líka út af því að við vorum seinir að opna staðin okkar við opnum inn í sumarið og þá ekki tíman að segja hei, við erum mættir, við erum búin að opna nýjan stað svo Addi sagði bara hei, við erum mættir, við tökum þátt í þetta til að byrja með og kynnum okkur inn og ég bara samþykti það og þá var ég bara að bretta upp ermar og bara fara all in sem við gerum alveg. Já, og það einmitt svona sami stíll og hérna á veitingastaðnum að þetta svona svolítið fjólublátt og svolítið skemmtilegt og svolítið litrít og stemming funky og ég myndi segja að staðan í bæ kannski aðeins meira fancy hún aðeins meira svona gaman að fara út og bara pínlítið romantík eða svona klæða sig upp Gnóðavóin aðeins með svona relaxed street food en vagnin alveg crazy en hún svona mikið stemning myndi ég segja. Og hvernig var að taka þátt? Var ekki ógeðslega mikið af fólki? Það var ótrúlega mikið fólki alveg, við vissum það svona við vissum að þetta svo mikið stemning núna það sem var kannski, við vorum ekki með vagn til að byrja með, utan við vorum bara boðin að taka þátt og svona var beint á okkur og þá kom þið getur verið með tjald og ég bara mér langar ekki mæta í tjald svo ég var bara svona, og þá fór ég faktisk að skoða svona festival tjald litlar ég fór út í alls konar Addi bara, nei svo einhvern veginn tengdist við hvað heitir við vorum svo heppin að vinur okkar var að spekulera í þetta og við vorum bara boðin vagn frá Príkinu sem með vagn og bara sagði herru, við getum fengið þessa og við ákveð bara, ok, en við verðum þá að skila honum náttúrulega og ég bara, hvernig ger ég það? Ég ætla ekki, og það mismunandi leið til að setja á, þú getur bara setja eitthvað metal á og festa með magnets og ég bara, nei, það verður ekki flott og eftir smá rannsókn þá fann mér sem sagt lím eða svona sem man getur teipa og rífa af eftir helgina það tók okkur alveg smá tíma að leysa það og allir í sumafrí þannig að þetta var bara þannig að þið rauninni bara pimpuðu hann upp svo bara allt af og skila af því hann leit ekki út fyrir að vera þannig hann leit mjög vel út þannig og mér fannst einmitt svo magnað að vera bara svona já, heyrðu,
það eru 3 vikur í þetta það bara redda vagn og redda hitt og gert þetta og svo bara skila hann eftir helgi Já, það var fyrsta pælingin Já, en það sem gerir svo bara að við vorum heppin og þetta eina því að það var til möguleiki að teipa, rífa ég get ekki mætt nema við gerum þetta almennilega svo þarna kom tækifæri og þá varum við vinna með okkar grafísk hönnur og hann skildi ekki neitt hvað var tala en svo fættist það hægt og rólega lukki á þannig vagn og ég rosalega inspired út af Pakistani truck art så þá þau með stóra trucks bara og út af því að þau ferðast kringum Indland þá tekur svo lang tíma að komast heim að það bara konan þeirra það alltaf saga og þau dekorata bílana sína með skart og gold og ég veit ekki hvað svo the inspiration innblásturinn kemur frá það mér finnst það svo ógeðslega cool samt gefið það til grafíska hönnur minn sem mér finnst rosalega töff hann villi og þá tekið það frá að vera eitthvað væmi pæling til eitthvað meira svona sem fungerar hér greinlega mikil hugsun á bakvið þetta og svona ákveðna erfitt að vinna með þér þegar þú kemur í þennan gír ertu þá bara, nei ekki þetta upp og nýtt takk Nei, jú ég held að ég veit hvað ég vil það líka bara gott það ekki endilega alltaf bara einhver ókostur að vera þannig, það bara getur verið mjög jákvætt líka sko. Ég held bara að skipta með máli að fólk sér hvað ég sér eða svona eitthvað í áttina og við vinnum rosalega vel saman, ég vilji og svo líka, þú veist, það gaf mig ákveðin innblástur að finna á príkinu varmestarvagn og bauð okkur að taka honum og það var eitthvað díl kringum það náttúrulega en bara, þú veist, það kom bara til okkar það var ekki erfitt, þetta bara gerist og þá fann ég bara, okay, we're meant to be in that competition að vera á þann stað og kynna okkur Það var alveg verið að dæma í þessari keppni þú veist, þetta var líka keppni í leiðinni Gautabyggðahátíðin það var alltaf 40 vagnar og veksandi hátíð segja bara, þetta er svo ótrúlega flott ég var ótrúlega impressed og ég er sjálf búin að vinna mikið í production og showbusiness og ég var bara eiginlega blown away hvað þetta var flott gert á strákana Robby og Egill og fólkið þeirra bara alveg ótrúlega Mér fannst þetta líka vera svona fyrsta skipti sem maður sá svona mikið content koma frá þessu sko að þegar ég var annar staðar þessa helgi en ég sá samt rosa mikið bara á TikTok og samfélagsmiðlum og svona frá þessu þannig að það sem að maður sá svona mikið af voru langa raðir Já. Þetta er náttúrulega fyrst og fremst held ég að það er fólk sem virklega hef áhuga á mat út af því að þú stendur hér í röð kannski í 60 mínútur fyrir að smaka eitthvað nýtt eitthvað sem og fólk náttúrulega með mjög starka skoðanir held ég og við vorum sagt með okkar festivalburgari sem inniheldur svona 12 items þetta var svona sérstaklega gert fyrir þennan hátíð og það var bara einmitt okkar image bara Svíþjóð meets India dash Ísland so, en þetta er náttúrulega kannski ekki hamburger sem þú hefur að matseðl út af því að það er svona öðruvísi að setja honum saman þetta er svona hátíðar gripur Og var erfitt að keyra þetta allt? Var... Nei, ég er líka mjög heppin með það ég á rosalega gott fólk sem vinn með mig og ég held að maður þarf öll að vera pínu kleik til að gera hvað heitir svona hluti, þetta er ekki hefbundið út af það tekur tíma þú verður að hugsa þetta mjög vel til að það gengur nóg rætt til að gera þetta Hvað heldur að það fari margir skammtar hjá þér? Það fór marga skammtar Hvað að tala heldurðu? Ef þú myndir skjóta svona út í loftið? Á einn dag, það var upp yfir 500 mútið bara 500 á dag? Já, öfri það auðvitað 6 Já, þetta er svakalegt magn af fólki sem að hérna en þetta gengur samt, ég fór í fyrra og þessar raðir gengur nú alveg sko, þannig að þetta var ekki þannig að maður endilega var að vera geðveikur en ég man samt í svona leit yfir og ég var kannski á high time sko þegar það var ógeðslega mikið af fólki og ég valdi bara þann sem að voru fæstir sko ég veit það en það var rosa mikið af svona hérna bara alls konar í boði það er líka svolítið skemmtilegt að bara svona mikið úrval af alls konar matavögnum og alls konar matarmenningu Ég líka finnst mér sem ég hef fylgja búin að víða sem fekk
nokkra verðlaun þarna. Það bara svo gaman að sjá fólk veksa inn í þennan menning með matavagnana sína. Þau bara ferðast út alla Ísland og man veit að vinnan mikið. Það enginn sem getur vita hvað mikið vinna þetta Svo fólki það ekki bara að standa sig standa vel. þannig og selja og græja, þú veist, það allt preppið á undan, það sem maður að gera á undan þessu, sko. Nei, mér finnst það bara tekur svo sinn tíma. geggja fólk sjáu bara afvexturinn af bara, þau var að fá fullt af verðlaun og bara, þetta alveg Já, ég bara geggja líka að mæta hana með allir vagnarnir með grillin í gangi og matalikt allstaðar einhvern veginn og það myndast bara svona ákveðin stemming. Ekki Snædís og Adam og Hrefna Sætran og einhverju fleiri hérna í dómgæslunni. Jú, bara ótrúlega flott fólk til þess að dæma svona og skilja allt sem gerast og borða mjög mikið mat þetta ekki alveg þú eru glæð að smakka þessu mikið bara hafa ná plás. Já, ég held að það sé þú fer allan að sattur heim, sko. Já. En þið unnu eitthvað til verðlauna eða hvað? Já, við vorum mjög þakklátir og glaðir. Við unnum sem sagt eitthvað sem heitir The Viking Trophy. Okay. Og ég var ekki sjálf viss hvað þetta var. Ég bara, en hvað heitir það? Engur vinnum göttubítan og svo nokkra verðlaun í viðbót. Og okkar verðlaun var sem sagt, við útskipt fyrir mig að það var bara overall, þá vorum við með allt. Við vorum bara með lukkið, með matinn, með stemninguna. Og fyrir mig sem ég ákveð, þegar ég opnaði þessa veitingastað ákveði bara að ég event restaurant. Ég vil vera í stemningu, það verður alltaf að vera stemningu ekki bara matin, þú upplifir allt basically og það henda mig útrúlega vel henda okkur óslega vel, svo við vorum mjög ánægðir og þakkláttir fyrir að fá þennan tilnefning The Viking Trophy það bara slett. Já. Til hamingju með það. Já, til hamingju. Takk fyrir það. Ég langar líka aðeins að spóla, sko, nú veit maður að þú er búin að skrifa alveg fullt af bókum líka. Hefur eitthvað tölu á því, hvað er búin að gefa út mikið? Já, fyrsta bókin áttu að vera DVFD þegar byrjaði. Það áttu bara að vera til þess að fólk gætt fylgja og svo fatti að kannski skilur enginn hvað ég segja á íslensku. Svo best að gera bók með, svo svona kom það til. Okay. Það 4 bækur sem sagt í hendina. Og sen hef ég ekki haft tíma að skrifa meira en faktisk 3 af þeim með Gourmand Awards verðlaun að segja nominations svo það var mjög gaman, við fengum að fara út í Frakklands og þá tók við dansen og sen fór ég elda fyrir framan audience, så det var alveg allt af æventyr, ég fikk fara til Abu Dhabi og búin að fara til Stockholms og kynna þessar bækur, tengt þessari keppni þarna úti. Og þetta þá líka á ensku eða öðrum tungumálum, þetta ekki bara íslensku? Hann var translated, bókin var translated til þýsku og fór út þaðan og já það sjónvarpsþættina mína var sýndar í Finnlandi of all places já, so, já, þetta bara þannig að þú ert búin að gera ansi margt tengt mat, bækur, þætti matavagn, veitingastað Michelin-staði og eitthvað sem þú ert eftir að gera? Hvað sem langar að prófa? Ég að syngja? Já, ég nú búin að vera smá í því en ekki svona ég veit ekki, það var hvað maður segja, tengt dansin og allt þetta það svona öðruvísi pakka allt öðruvísi pakka núna fókusan rosalega mikið á matnum basically, en ég heldur helsun senan inni ég sem sagt var að þjálfa rosalega lengi með þegar ég opnaði þessa veitingastað út af því að það stórt hopp að fara frá helsubransanum sem engaþjálfara öfri í matabransanum þarna ertu að vinna 12 klukkutímar á dag og þetta svona meira en að segja ég held að fólk veit ekki hvað kokkavinna Nei, ég alveg samanlegaður þar það svona er meira en að segja já, maður verður svolítið ég ber útrúlega mikið virðing fyrir þau sem búin að fara í skólan og fyrir þau sem að vinna með þetta bara þetta og þau sem elda matum fyrir okkur bara svo, það svo einfalt að sýta að dæma hlutina og veit allt best en vinnan sem bak við það alveg gríðarlega mikil samkeppnin líka bara gríðarlega mikil og bara svona þetta er alveg harður heimur en skemmtilegur en ég finn það hefur gefið mig mjög margt að vera áfram í rektinni ég hef með nokkra kunnum sem sleppur mig ekki og það er mjög gott út af þá fer ég sjálf að hreyfa mig á undan ég fer og ég finna að það hefur hjálpt mig ótrúlega mikið út af því að við erum að laupa upp og neð stega með
bara butter chicken í Butter chicken. mjög þungiða pottar og alls konar, så það líka eitt som svona hinliðin að þess að vinna mjög fysisk. Já. Så já, ég hef eftir að gera margt, ég hef margt eftir. Já, Ok, bara- gott. já. Og einhverja fleiri bækur á leiðinni? Eitthvað jólabók? Ég ætla að við erum að fara að opna en annan stað í haust. Já. Við erum að tilkynna mjög fljótlega. Ég held að fókusin verður rosalega mikið á að láta þessa 3 staðir og vagnin dansa. Ég er ekki búin að vera rosalega dugleg að kynna mig út af því að það tekur vinna að ná allt í gang og fá rétta stemningin, fá rétta fólkið. Þetta er bara alveg vinna þetta. Já. Svo allt hitt hefur eftir að svona koma núna held ég, bara svona kynning af okkur, hver við er. Já, ég held að fólk myndi hafa mjög gaman að því að fá að sjá svona bak við tjöldin og svona krydd heimana í rauninni, sko. Já. Sérstaklega eins og fyrir mig, ef ég tala fyrir mig, þú veist, ég hefur rosa gaman að sjá þegar að fólk er að elda indverskt, það er bara eitthvað við indverska mat, reynda líka bara asíska mat, sko. Þessi krydd og svo þessi spæs matur og svona, mér finnst það bara geggja, sko. Svo þetta sem mér finnst útrúlega áhugavert, sem ég er að upplifa mjög mikið núna með Nordic cuisine, bara það sem kokkarna hér gera er náttúrulega þau farin, kannski ekki farin að gera, þau er búin að gera lengi, en meira og meira held ég, þau er svolítið að vinna með þetta, svolítið svona sama, svo rosa mikið vinna, þú veist, þetta er sama, það er svona svo mikið art þar líka, Já. og mann upplifa það, hvernig þau tek kryddin hér og gera meira úr þeim og fer djúpari í bragði og fer í mismunandi áttir. Náttúrulega, Já, og það er líka alltaf vinsæl að vera með einhverja fusion staðir, Já, sko, já. sem eru, þú veist, Nordic meets Asian Já. eða, þú veist, Já. Ítalía, indverst, eða bara það er verið að blanda þessu saman og Já, gera konsept, sko, sem er bara geggja. Og það er ótrúlega gaman að fara út að borða og fyrir, þú veist, og mæli með því fyrir alla Íslendinga sem eru ekki vönði að prófa eitthvað nýtt, að þú veist, við leiðum að byrjar Já. að prófa eitthvað og þóra að fara að kaupa eitthvað sem þú veist ekkert hvað það er, þá ert að fara að lenda á geggjustöfi, sko. já, 100%. Það er bara svona, leiðum að þóra að taka stökki bara, þú veist, ég er alveg farin að vera þannig stundum að ef ég fór til Portugals með konunni, við vorum að labba bara alltaf hérna á daginn og svo sáum við eitthvað veitingastað sem var svona veitingastaður og bara lítið svona tjald út í einhverju húsasundi og einhver stelpa í þjónajakka og bara garðstólar. Ég bara, heyrðu, við erum alltaf að fara að borða þarna og þá settist niður, þá var eitthvað marakóskur veitingastaður sem að bara marakóskona átti í Portugal og hún labbaði bara inn í húsasund og inn í íbúðina og þá var örugglega mamma bara inn í eldhúsinu sínu að elda og Það er svo mikið upplifað. já, ég fekk bara eitthvað besta lambakjöt sem ég fengi, sko, bara einhver lambaréttur sem var bara kryddaður á einhvern hátt og ég vissi ekkert hvað var að borða en það Já, var ógeðslega gott. Já, þú fæ ekki bara matinn, þú fæ líka söguna. Já, Mér finnst að það sem er svo skemmtilegt með svona staður og bara staðina sem með svona byggir eitthvað history. Það er, þú veist, já mér finnst alveg jafn gaman að setjast á eitthvað svona random stað sem er kannski bara gömul hjóneiga eða eitthvað svoleiðis og að fara á eitthvað svakaflótta missilistað og fá eitthvað geggjað, þú veist, það er bara, þetta er bæði geggjað. Já, bæði sammála geggjað, því, sammála. sammála því, alveg. Og þú veist, eins og hérna mín líkarna, eþópíski staðurinn, Já. ég fór þangað með konunni mitt líka að það fannst mér ógeðslega gaman og labbaði bara inn og bara skreita einhverju eþópísku dóti út allt og svo er þetta maður og konan hans og hann er bara að spjalla við og bera fram matinn og hún er bara að gera eitthvað geggjastöf og borða bara með þessu brauði algjör upplifun, bara geggja. Það eru komin í 2 staðir núna á Íslandi, svona, Já, einn á Blönduósi og einn hana fyrir austan, hérna í Flúðum. Flúðum, held ég. já. Ég vill meina, sko, að Ísland eigi að setja púður í það að vera svolítið svona matar bara menning bara alveg í gegn, þannig að Ég þegar held að- túristarnir mæti að það bara Ísland verið þekkt fyrir það að vera bara með alls konar geggjastöð. Ég held að það er nú þegar að gerast. Já, bara ég út myndi segja af það. að við erum bara með svo hæ standard. Já. Ég fer heim til Svíþjóð og það er náttúrulega fullt af flott þar en þegar ég kem heim til Helsingborg sem er stór staður, þá finnst mér bara standardin hér langt öfur. Mér finnst það miklu hærri hérna. Já, það er það. Ég finnst ekki finna nógu gott quality því miður hana í Svíþjóð. Nei. Nei,
þú veist, það er bara ég, sko. Ég reyndar bara það vitlausa ef ég í útlöndum sko, þá ég yfirleitt alltaf bara sáttur sko. Já, þú meinar. Já, það er bara nóg að vera í þá útlöndum. maður einhvern veginn í gýr, það sól einhvern veginn og maður búinn að fá sér eitt bjór og maður í svo miklu fríi að ég fæ aldrei einhvern ógeðslega vonda mat. Það er bara að senda þetta til Grænlands, það er ekki engin sól. Ég held bara, þú veist, þetta lítið eyja og það svo margir sem með mikið metnað fyrir það sem þau eru að gera. Þú veist, núna getur þú fara út á land og keyra ringin og það super flotta veitingastað, það góð matur út allt ef þú bara svona fylgist með aðeins hvað það var að fara. Já, svo líka bara svo mikið af þú veist, stöðum á Íslandi þannig að það er rosa mikið innflutt vinnuafl í rauninni, þannig að rosa mikið af fólki bara frá öllum löndum heimsins sem að koma til Íslands og maður læri svo mikið einmitt á því að þú veist, ég unni með nokkrum kynverum og Filipseyingum og eitthvað svona og það bara breytti lífinu mínu sérstaklega þegar ég eldaði heima þá var ég allt í einu farin að elda eitthvað adobo kjúkling og eitthvað bla 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 allt eitthvað sem ég fæ frá þeim og það bara svona þróaði hug mig lengur þannig ég held að það sé til dæmis eitt af því sem að breyttist örugglega við túrismannum og við fengum að fá meira fólk inn frá útlöndum sem að fara og kenna manni svona öðruvísi twist og svona eins og pierogi, þú veist, frá Pólverjum þú veist, að tína allar þessa sveppi og gera einhverja fyllingar í pasta, þú veist búið til svona dumplings eða, þetta er pierogi, sko Já, þú veist, það er bara geggjað, sko að við sjáum það náttúrulega mjög mikið núna að við útlendingarna sem hefur komið hingað mjög margir fara að opna og það er svo skemmtileg flóra inn í þetta fallega flotta íslenska þeir eru með svo mikið flotta íslenska kokkar en mjög skemmtileg að það er að poppast upp fullt og nýtt Já, líka mikið út á landi það er mikið af þessum þessu fólki sem kemur til landsins og kannski flytur út á land í þessu litlu smábæi og opna veitingastað og þá er allt í nú bara komið með einhvern afganskan veitingastað á Húsavík eða eitthvað og það er spennandi það er geggjað það er alveg bara ekki hvað þú fær og það er oftast alltaf bara super gott já, akkurat það er líka bara svo geggjað að vera í einhverju smábæ svo allt í nú sérðu bara eitthvað hvað er þetta? bara einhver ótrúlega geggjur bensinstöð frábæra mat staður og þá er maður bara Já, sé samla því og það þyrfti eiginlega að gefa út bara svona bækling bara svona eins og Michelin-bækling Þú getur gert það Já, þá er maður að fara að rannsaka Þetta er rosalega hugmynd Já, þú veist það sem er bara svona Hvar á ég að fara? Hvert á ég að fara? Hvar er svona Þetta er business hugmynd Þarna ertu komið með þetta Því meira sem ég lifi í mat, sko því meira langar mér að prófa eitthvað skrítið og výrt, sko en ég er alveg til í hvað sem er þessa dagana Svensk surströmming Ég væri alveg til í að smakka sko. Þetta er svo mikið misskilning nefnilega Ég er uppalinn þarna í Svíþjóð og þeir eru að gera þetta svo vitlaust Það er alltaf svona að opna dósinn og Ég veit hvernig maður opnar þetta Já, exactly, viltu segja okkur? Það setur hún í vatn og opnar hún í vatninu og Það eru ekki að æla og þá losar það, þú veist, í vatni en allt dótið fer beint í hönduna þegar þú ert með hún í vatninu hvað svipur er þetta? Mér finnst það svo mikið hræstni að borða einhverja hrútspunga og sviða kjamma og finnast eitthvað það er þá skárað en þetta Er það? Ég veit ekki, hefur þú smakað þetta? Ég fyndi lyktina þessu það er nóg fyrir mig En ég meina skatan mjólin ammoniak Hákall, það er ekkert frábælig Ég bara segi svona Ég myndi alveg smakka súrströmming sko Borðar hákall? Nei, það borðar ekki súrströmming Já, það er svona ákveðin samansetningu Þú ert ekki bara með súrströmming straight utan þú ert bara með ákveð brauð svo kemur laukur, kartöflur, tómatur og súrströmmingin og svo rullar þetta upp Jasmín, hættu að reyna að selja mér þessa hugmynd Ég er samt ekki svona harður sko. ég er alveg frekar Hann er kettling sko, Ég er alveg gunga sko Þú veist, en ég er forvitin samt og ég smakka allt einu sinni Held að ef það er rétt gert og helst á réttan stað, ekki bara svona áskorun ekki inn í bíl einhvern veginn, bara 4 félagar það er það sem fólk gerir fólk gerir þetta náttúrulega bara á þann hátt að mann er búin að heyra þetta ógeðslegt og taka þetta upp en ef ég fer heim, já pappa mín myndi taka alla úti möblunar út í garð frekinu var inni, já en hann er búin að gera þetta mörg ár og og svo er það bara búið til með hefðin basically og
Þannig að súrströmming er bara svona skata fyrir Svía. Það er svona mikið bragð það er mikið bragð og það er svona kontrast og þetta er spennandi þetta er alveg, en þú vil ekki fara heim og hafa fengið súrströmming á því nei. Þú veist, ef þú myndir taka bílaleigubíl á leigu og vera að opna þetta þar, ég held þú gætir ekki skila bílnum. En út af hverju myndir þú gera það? Nei, ég er að segja, hann var að spurja á það sko, hvort að maður myndi bara vera í bíl og fá sig þar. Ef hann gerði það, þú þurftir að borga bílinn, hann var ónýtur. Já, en það var einhverju sem var að reyna að koma þetta heim í flugvél og það sprakk inni í, hvað heitir það sem töskunar er. Neyðarlending. Já, það var dýrt, það var ekki ég. Ímynda er að vera fastur í einhverjum hólki í loftinu í flugvél og einhver myndi að opna súrströmming. En þetta er bara saga, kannski er hún ekki sann. Jú, aldrei taka góða líu og góður sögu. Nei, ég minna, en við borðum harðfisk. Já, hann er góður. Það er rosalega gott. Það er ógeðslega gott, ég er bara harðfisk með smjör, en fólk sem borðar ekki harðfisk og finnur lyktina harðfisk, þau finnst það algjör horfið. Nei, ég held ekki. Jú, ég er eiginlega bara viss það. Jú, ég held að það er svona sensitive. Það er full harður þarna. Sko. En ég fór að karnivor, ég byrjaði að pröfa það, karnivor. Að borða kjöt bara? Já, borða kjöt og smjör, og þá einmitt líka harfisk. Okay. Og þú verður að finna eitthvað svona þetta er bara prótein. Já, og þú velur náttúrulega hvað djúpt þú fer inn í þetta, hvað hendar þér, hvað ætlar þú að hafa inn í þetta prótein, basically. Og þá fann ég hvað harfisken er sterkuleikur fyrir mig allavega, smjör og harfisk. Ég vissi ekki að það var svo gott. Þetta er svo þægilegt, þú veist, on the go bara, þú veist, eitthvað. Bara, sko náttúrulega líka bara smjör. Smjör er náttúrulega bara frá himnum og... Já, brauð, nýbaka brauð með smjör og smá salti. Það þarf ekki að vera flókið sem þetta spæs alltaf. Já, en þarna ertu búin, sko, eðilegja máli með eitthvað nýbaka brauð, þú veist. Þá er, þú veist, það sem hún er að reyna með sínu átti og kjöti og próteini, það er farið. Ég veit að þannig að sérðu þetta er bara alltaf mín við að reyna alltaf þarf ég að fara í brauðið og kolvetni fáðu meira nammi. En þú ertu ennþá að karnivóra? Ég er ennþá að karnivóra. Ok, hvað er hún lengi? 3 mánuði. 3 mánuði? Hvernig líður þér? Ótrúlega vel. Finnst þér eitthvað breyting á þér? Já, ég er ekki í brauðið. Nei, menn að finnst þér skýrari hugsun, fókus, eitthvað þannig, eitthvað? Mér fannst það mjög áhugavert að pröfa út af því að ég er með kunnum í rættinni sem er búin að gera þetta og bara búin að lesa mig til það og bara langa að pröfa, sjá hvað þetta gerir. Ég ætla ekki að selja þetta, en mér finnst það mjög góð leið til að rensa út þessar vanir sem er erfiðar, sem þú varst að tala um áður. Fólk er að byrja og ekki ná árangur. En maður verður bara að finna þetta sjálf ef þetta er eitthvað sem maður ætla að gera. Fyrir mig var þetta mjög gott, en ég ætla ekki alltaf að vera í því, alls ekki. En þá eru pulsunar einmitt hjá Sigga algjört hitt, sko. Hann er nefnilega með karnivór pulsur sem er ekki með sætu í. Þetta snýst rosalega mikið um bara að taka út sykurinn sem er bara... Og líka allt mjölið og svona sem er notað í venjulega pulsur, það er ekki í þessum. En ég á saman tíma hefur erfitt að vera alveg 100% true, það ég þarf náttúrulega aðeins að checka á minn eigin matur og veita hvernig hún bragðast og allt er rétt og svona, en ég hef pröfað þetta og... En svo er þetta bara með öll mataræði, þú veist, það er ástæða fyrir þeim öllum. Það eru bara sumir bara virka ekki að karnivór, sumir virka ekki á keto, sumir virka ekki vegan og sumir virka ekki vegetarian og þetta bara fer eftir fólki það er aldrei eitthvað ein rétt leið. Ég hef oft hugsað að fara í karnivór prófa, sko. Það er bara svo erfitt ef maður er með lítið barn heima líka og svona sem borðar ekkert kjöt eiginlega ekkert. Þá er maður svona aðeins að og alveg upp á unnum kjötverum pulsum og bjúi og ég er samanlega þar. Mér finnst að maður verður að passa sig hvernig maður er kringum börnin bara. Mér finnst ekki það er ekki gott að sitja fyrir fram með börnin sín og vera á diet. Man náttúrulega þarf sjálf man er sjálf bara fyrirmyndin. Svo þarna er mjög mikilvægt að það er satt fram allt sem sérstaklega með ungbörn sem eru bara að læra að borða og læra heiminn og brauð og allt þetta. Ef þú ætlar að fara að byrja að koma með eitthvað karnivór, einhverja pælingar á 4 ára barn, skilur ég, það bara meikar enga sens. Maður á bara að reyna að láta þau smakka allt og upplifa allt og
og reglan heima á mér bara mjög einföld, það bara ef þú smakkar eitt bita þá ertu bara góð. Þú veist, það ekkert eitthvað hérna, þú situr hér og borðar af disknum hérna, eitthvað bla, bara ef þú smakkar eitt bita þá máttu fá eitthvað annað. Já, það bara ótrúlega gott, held ég. Og ef það ekki smakkað eitt bita þá bara því miður, þú getur fara að leikja og koma eftir og fengi hérna einu bita og svo fengi eitthvað annað að finnst það vont. En dóttir mín til dæmis borðar ekki kjöt, en ekki bara inn á kjöt, hún elskar fisk og svona mjólkuvörur og grjónagraut og eitthvað svona, en henni finnst bara eitthvað áferðir. Svona kjöt áferðir eins og kjúkling og bara allt rautt kjöt og eitthvað sem hún þarf að tyggja eitthvað svona, hún ekki hrifin að því. Okay. En ég held að ég fór að karnivóru og ég vissi að ég var að opna nýjan stað og fara inn í tímabil sem þetta var mjög erfitt og til þess að halda mig bara svona að ekki fara út í eitthvað rugl þá bara ákveða að pröfa þetta núna og það hendur óslega vel, ég var náttúrulega alltaf í eldhúsi svo það var ekkert mál fyrir mig að elda kjötið og allt þetta, það hendur mjög fínt á þetta tímabil en svo held ég alls, sem þú segir, fólk að bara finna það sem henda manni best og virkar og mun eftir því að mann fyrirmynd börninsins. Já, það bara... En ertu þá bara svolítið að fisk líka? Já, ég fjölbreytt í þessu. Við erum að veiða svolítið, svo... Eru þið að veiða? Já. Hvað meina þau? Ok, sérstaklega mannin minn, hann að veiða mjög mikið, en við fjölskyldan fer alveg að veiða. Já, þú meina þannig? Er það með báti? Bara fisk, já. Við fyrir svolítið í veiðivatn og svo fer hann í nokkra ár og við líka stundum og bara út í vatn og svona. Það svo gott að gera þetta. Hvað uppáhalds fiskurinn hjá þér? Og hvernig myndirðu krydda hann og elda hann? Já, þetta svolítið skemmtilegt. Ég rosalega hrifin á bleikjan. Bleikju, ok. Bleikju, mér finnst það alveg uppáhalds fiskurinn hjá dóttur minni. Það oft með krakkana, þau vilja bleika fiskin. Já, mér finnst hún alveg. Ég sammála. Ég mikið fyrir bleika fiskin. Hvernig myndirðu elda hann? Svona ef þú ætlar að vera fancy á þessu? Þarna ég nefnilega svolítið svona, mér finnst það rosalega gott að bara láta þetta njóta sig. Erum við að tala um sushi bara? Nei, ekki endur. Jú, sushi gott. Nei, bara franskt. Bara simple, salt and pepper. Og bara smjörstekt. Já, smá lauk, kannski stektan lauk eða eitthvað með. Mér finnst það alveg... Ekkert að flækja þetta. Nei, laxinn, þetta og mér að segja lambalæri og allt þetta, mér finnst það I love traditions as well. Þá sem ég í indaskatt, þá finnst mér svo gott balans. Manna minn til dæmis, hann læsir mig inni úr eldhúsið svo hann getur bara elda og það var ekki svo flókið og það fínt í eldhúsið En hvað finnst þið best við svona íslenska mat? Hvað svona uppáhalds íslenski maturinn þinn Ég held að þetta hún reyn lambin lappar út í fjallin og mér finnst það svona lambir og svo bara eitthvað svona ég maður held að mjög margir tengi við bara lambalæri sem eitthvað svona æsku minninga líka Já, lambahrygg og lambalæri þú veist, og sundasteik Já, það svona fyrir mér lambalæri rosa mikið að fara til og afa í mat og öll fjölskyldan á sunnudegi Já, það rosa hefð Já, í svona stórum svörtum potti allt og mikið eldað og eitthvað svona alveg móð eldað Það svona, það örugglega sterk svona íslensk hefð, lambalæri. Já, ég myndi segja það. Ég rosalega hrifin á Lamba Prime. Ég finnst það svolítið mikið fett á honum. Sett honum í svona mini tandrjón sem ég með heima. Það mjög skemmtileg mix. Ertu þá að spæsa hann eitthvað upp? Krydda hann vel eitthvað? Ég geri það þegar hann fer í tandrjónum. Ég geri alveg. Það alveg... Borðar það mjög spicy, Já, ég geri það. En á sama tíma það ekkert motto í mér að borða sterkt og spicy út af því að það hefur gerað með bragðlaukana hvernig þið meira að segja indverst fólk kemur til mér og segir við erum búin að skemma okkar bragðlaukar en ef maður vil alltaf sterkara og sterkara það þólir náttúrulega að fara og maður þól meira basically ég meira fyrir því að ég finn mismunandi bragð það svolítið minn bæði minn stíl og það sem mér finnst skemmtilegt. Mér finnst það gott með start en mér finnst það fyrir mig þú finnst mér meira gott að finna bragðið. Já, mismunandi bragð ekki bara chillin Tandoori eða tikka masala Þannig að þér finnst ekkert næs svona stundum að svitna rosa mikið á bakinu og sjá einhvern veginn hálfhvítt og svona vera bara Ég gera það bara í rættinni Ég alveg þar samt að ef ég fer á indverkstastað og fæ svona ógeðslega spicy það eitthvað svona við það að meiða sig svona við að borða sem næs ég alveg þar
Þannig að hún Þetta er að mjög fá margt. sér svona morðingja pipar á hún fyrir rektina til að sitna og brjálast þannig að Moroccan Það myndi örglega Já, hjálpa. það geti alveg verið góð hugmynd sko. Þú myndi líka finna meira. Já, Þú getur örglega búið til drikka því. já, svona pre-workout bara Já. spicy svona smá boost Gef út svona Svo pre-workout þú pipra komið tvær rosalega Já, business hugmyndir í dag. maður er on fire hérna. En þetta er bara mjög individual. En mér finnst það bara fínasta mál. Ég er alveg með greiðuna í því að fólk vil fá sterkan mat. En mér finnst það að fólk á ekki kvarta ef maturinn er ekki nú sterk út af því að matur er náttúrulega mismunandi fyrir allir. Maður verður bara að biðja sterkari mat Já, og það já. er ekkert mál að gera. Og það er gott með sterkt. Já, Það er alveg, en líka að þú ert með indverska mat þá er svo mikið annað í gangi sko. já, er það er svona- saman tægmatur, rosalega Já, góð, já, það já. er smá kikk í það. En Alveg. ef þú ert að fara einhverja hot wings sem eru ókislega sterkir og þeir eru ekki sterkir þá kannski máttu við fara í fílu en með svona asískan og indverska mat þú veist, það er svo, eins og segir, svo margt annað í gangi Já, en ég samt, núna þegar við erum að tala um það, þá skil ég þetta rosalega vel samt. Það er like coriander. Fólk sem þóla ekki koriander, það verður svo rosalega reyðir út af því að upplifun er svo slæm. Já. Og ég giska núna, þegar við erum að tala saman, að það er örgulega sama ef þú vil fá, because it is a kick að fá þessa sterka. Það er sama, þú vil ekki vera disappointed. Já. Þú vil finna þessa ríf, basically, það sem rífur í. Já, So, ég er með hot Indian chili sem ég get alveg Já. sett á hana matinn. Ok, Það er ekkert mál. já, ég mitt kóriander er samt svo gott krydd, Mér sko. finnst það gott, en þeir sem að finnast það Ég ekki veit gott upplifa sápubröð Ég veit Já. hefur maður heyrt sko. Þetta er sem sagt, Kona mín er svona sko já, þetta er ræðlaugana sem, Þetta er genagalli já, Þetta er bara genetic flaw bara sumir eru bara með eitthvað gen sem að er öðrísi sem að breyta bara bragðina á þessum já, og fólk verður mjög reitt, fólk getur verið mjög reitt. Þetta er það Þetta er satt, hvað heitir þið, fólk getur verið mjög reitt þegar þau fæ koriander og þau er búin að byggja um að ekki fá það út af því að upplifun er svo sterk. Ok Já, Já, við erum með lúsmí sem er á tröfla okkur báðurinn að þau Ó, það er eitthvað flug hvað, er það hér í Reykjavík? Nei, það er bara kringum mækin hjá Bjarti Ok, Já, en þið eru að stefna að opna nýjan stað við erum að stefna á nýjan stað. Ok, nýbúin að opna Já, við stefnum kannski að því að kynna okkur til leiks með fyrsta staðin í Norðurvæn, fyrst og fremst, og svo bara, já, koma ykkur óvart með næsta stað. En mér fannst allan að rosalega flott hérna staðurinn á Pósthúsmatöll hérna hjá okkur Takk fyrir það. Já, bara geggjað. geggjað. Það er svolítið flott En þið eru búin að skila matavagninum Nei, Nei Finnur var svo góð við okkur að hann sá það náttúrulega þegar hann sá vagnin og sagði hann, já, ég vist ekki fá þessa vagn tilbaka Já, og hann var svo rosalega flottur að styðja okkur við bakir ótrúlega vel í þetta ævintýri að enda bara með að við fengum að kaupa þessa vagn. ok Svo við erum komið með vagnin og ég er bara að bíða eftir að alla merkingar eru þetta af. Svo við erum að fara að skreita honum aftur upp fyrir menninganótt. Já, Já, geggja, sniðugt. geggja. Þá, Og er hægt að hafa samband við ykkur og fá ykkur í brúðkaup og þú getur kannski dansað og eldað og... það verður það. Ég er búin að, við höfum gert nokkuð svona gig, en ég fer varlega í því og það er margt í gangi. Við gerum eitt gig um daginn, bara beint eftir festivalið. Já. Þá var það sagt einhver sem búin að byggja 2 nýja fallega blokkir og vildi fá okkur og við mættum með vagnin út af því að límmiðana var ennþá á. Já, Og það var svo skemmtilegt út af því að þeir bara, hvernig við komum vagnin inn á svæðið og enda með að þeir fóru að lyfta vagnin. Með krana? Já, fyrst Ok. sá ég bara eitthvað frekar stórtæki, en svo fatta horfði enn lengur upp, það var bara humongous krana að lyfta vagnin bara inn á svæðið, svo þetta var svona skemmtileg start. Ég segi bara, Wow. já, já, þetta er æventýr, þetta Já. vagn er bara algjörð Það er æventýr. gaman. Gaman að lendi ykkur svona. já. Þetta var er geggjað, ég meina, var það ekki einhver mistari sem að þegar gósið var að byrja, fyrstu gósin Jú. kom bara með matavagnin sinni Alveg með rétt, fish já. and chips við góð Já, ég bara, já, það er það sem Genius, það sko. já, hann var eini sem Já. var á svæðinu já, þannig að allir að koma þreyttir eftir að labba gönguna maður og beint í fish and chips Já. Það getur bara verið með bara í skottin í bílnum, þú veist, það er svona bara svona pulsu já, rólu sölu. það
það sé vel skrítið, ég ekkert vissum að ég myndi hitta einhvern sem var að selja pulsur úr skottinu og vera herri, tek eina af öllum. Ég held að þú myndir alveg falla verið því samt. Já, getur við. Og hvað svona á döfinni? Annað en að opna nýjan stað og fara í matavagnin og enga bækur? Nei, ég held að ég er reyna að læra það að bara Slaka á. kannski ekki slaka á en að gera þetta og vera svolítið meðvitaður að það er þetta sem er í gangi núna. Mér langar rosalega mikið að gera nýjan bók, mér langar rosalega mikið að fara að elda nokkra réttir, bara búa til matur sem fólk getur gert líka bara, Þegar þú gerir bók, nú langar mér að forvitnast, já, hvaðan færðu innblásturinn af öllu sem þú ert að skrifa og gera, þú veist? Nú þarf þetta væntanlega að vera svolítið öðruvísi og allt svona. Ertu að leika þér í eldhúsinu og prófa þig áfram þar til að geta gert eitthvað svona í bókina? já, oft Já, skrítinleið, ég er rosalega visual oft get ég bara sjá einhverju réttur bara fyrir þér? já, Sérðu bara fyrir nei, sjá réttur einhverju annan stað þér? Já, sjá réttur sem mér finnst falleg ok. ég veit ekki hvað er í honum og reyna að create something Já. með það út af því að mér finnst maturinn svo mikið first Já. og mér oft bara fæði hugmyndir bara, það kemur svolítið til mig Já. en ég er inspired as well of traditional recipes en ég er ekki mikið, þú veist ég get stúdera fullt af mismunandi uppskriftir og svo búa til eitthvað ég held að það er svona það er leiðin sem ég Já. vinn með bara svona að fá innblástur og það er indverska og svo er svenst og svo er það, þú veist, það kemur frá svo mörgum áttum og hefðinar sem núna í burgaran þarna það var uppskrift frá amma minn ég hugsa bara, já, alla indverjar sem er svona, þau segir oft ég er að nota garam masala frá amma mín ég var að nota súra gúrku frá amma minn í Svíþjóð en þau eru ekki súrar, þau eru eitthvað annað það er bara eitthvað mjög svenst og það ger alveg sitt og ég nota lingonberries sem ég bætti við chili og kardamumma Í piklið? Nei, í sósa ona á meðan ég leik mér rosalega mikið með þú veist, að mixa kryddin inn í svenska hefðin og Já. Hvað pípar er mest notaði svona indverst? Þegar kemur á svona chili, er það með einhver sérstakur indversku chili? það er rosalega mikið það er svo marga chilis til þarna. Það er svo rosalega marga mismunandi chilis en hér verður við svolítið nota það sem er til bara tekið inn svo það er náttúrulega verið að rækta fullt af chili núna. Já, sem er líka rosalega skemmtilega spennandi og mér hefur verið bóðið alls konar chilis ég er búin að bara prófa íslenska chilis já. Er ekki þess að sterka líka Jú. Karolín Rýber til sko, og bara allt sko. Já. Ég hef alveg prófað nokkra sósur úr og svona, þetta er alveg mörderdót sko. Annars er þetta Rowit sem er kannski svona mest þekkt indverska en venjulega fyrir svona hefbundin uppskrift sem fólk fílar að elda í mína bækur það er oft bara þess að venjulega græna og reyða út í búð nema ég segi fólki ekki taka fræin úr og þetta því að ég reynum að gera þetta einfalt fyrir fólk sem er bara heima og langar að gera eitthvað skemmtilegt í staðan fyrir að þau þarf að fara í mismunandi búður núna er reyndar til Rowit í litla pakkana held ég en allavega keep the seeds þá færu svolítið meira kikki í þetta og þurrkan chili náttúrulega gerir sitt En hvernig myndir þú segja fólki að vinna með safran? Hvernig er best að nota safran? Sumir er að setja þetta í bleiti, aðri, þetta er svo misjafnt. Já, ég gerir það svolítið líka. Í bleiti? Já, og mér að segja mjölk með smjör og safran út í því og svo strain it. Já. Er það til að fá litin eða bragðið eða hvað er það? Bæði, svolítið bæði. Litin er náttúrulega ótrúlega fallega, sérstaklega út í rísgrón. Fólk er mjög sensitive til safran, svo ég held að svolítið mild þegar að nota þetta. Líka dýrt? Já. Þetta er mjög dýrt. Já. Það er það. Já, ég þarf að fara að pumpa upp indverska sko. Já. Ég hef ekki ennþá að prófa indverska matinn hjá þér. Nei. Ó, þarna kom. Já, ég er svo sem ekkert eitthvað brjálaður sko, ég er ekkert eitthvað rosa djúpur. Nei. En ég er svona, ég gerir góð nambrauð. Sem þú talar matinn, þá held ég að þú ert bara mjög góð. Já, takk. Ég reyni. Mér finnst rosa gaman að hitta fólk sem er frá þessum löndum sem að segja mér að
prófa, þú veist, eins og Kínveri sem að sagði mér að prófa að djúpsteikja svínasíðu í einhverju maísmixi og kóta í einhverju sósu og bla bla bla, þú veist mér finnst allt svona svo gaman þegar ég fæ svona heimaverkefni frá einhverju sem með authentic upplifun sem að lærði þetta í sínu heimalandi og komin hinga og bókstaflega bara að koma með þetta beint frá sinni menningu hinga, það ekki búið að þinna þetta út, þetta bara mjólk beint frá kúnni einhvern veginn sko. Þannig að ég elska svoleiðis og ég man eftir einum líka sem að var frá sem að hann lifir enn held ég frá Sri Lanka og hann var með svona svart karrí og gerði inn á milli bara karrí fyrir staffið, fyrir okkur það var alltaf bara hátíð þegar hann eldaði, það var svo ógeðslega gott svart karrí, ég hef bara aldrei heyrt svart karrí og það er líka bara svo bragðgott, þú veist það er svo rosa djúpt bragð og mikið og maður bara svona svolítið spicy hjá hann sko. Sri Lankan food nefnilega aðeins með spicy en indiskan og mér finnst það alveg ótrúlega magna og markmið mitt að vera með svart curry og sill en ég finn það að það pínu feimnismál að vera með einhver curry sem fólk þekkir ekki það er svona ég vona að gera ég held kannski verið að lenda í einhver matreiðslubók fyrst og kynna þetta svolítið og þannig fólk fer að þóra þið séð að sé hægt að kaupa svart karrí á Íslandi? Nei, það er ekki hægt það er, sko ég hef bara brenna karríið það var svart þeir indverjar sem ég hef talað við þeir vilja meina Íslands karrí sé ekkert karrí ég er sammála því það er ekki til karrí á Íslandi Nei, karrí er náttúrulega bara kryddblanda og kryddblandan sem var hér er svolítið mild kannski bara hún er náttúrulega mikið turmerik mjög mikið turmerik en fólk finnst það samt þetta er hefðin, fólk elskar kjöt í karrí sko, karrísósa fiskibóllunar og allt þetta sko. kuppasteik karrísósa en þar með er mjög einfalt að bara fara til útlöndum og kaupa karrí blandu, ég gerði það líka bara til að læra eina það, ég segi það ég var með matreiðslunámskeið í lang tíma og þá sagði fólki það byrja með það, bara fara út þegar við förum til útlandum að fara út í matreiðslubók og kaupa currys þar sem er öðruvísi frá karrín hér heima og þá ertu komið með góð blanda oftast bara, það er náttúrulega bara alltaf oft mismunandi mix bland ég elska það þegar einhver kemur frá útlandum og lætur mig fá eitthvað þú veist, mamma gerir þetta ef hún fer til útlanda kemur heim þá er hún með ofta eitthvað þú veist, eins og hún kom með píri frá Portugal síðast einhverja 2 típur veist, það er svo gaman að fá eitthvað svona ráefni sem er bara frá the motherland einhvern veginn það finnum munin líka ég fikk satar daginn frá Middle East og munin á það og það sem ég köfti út í búð var náttúrulega ekki ég fór til Thailand einu sinni og ég er ennþá bara chasing the dragon eins og maður segir að massaman curry það geggja sko. ég borðaði það örugglega 20 sinnum á 3 mánuðum þegar ég var í Asíu og ég hef aldrei fengið það aftur þannig að ég sé ánægður alltaf gott, en það er alltaf bara svona það er alltaf eitthvað sem að vantar með skýðið ég er að segja gæti verið en það er bara geggjað og núna líka í dag þá geta allir lært að gera allt í rauninni þú veist, það er til svo mikið myndböndum á YouTube og uppskriftum á netinu og TikTok og allstaðar þannig ef maður langar að gera góðan mat frá þessum löndum það er smá tækni að þurfa að fara yfir uppskriftirnar og sjá að þetta er ekki til, þetta get ég ekki og að replacea það sem þú þarfst að gera að skipta út það er samt margt búin að gerast á Íslandi með kryddin þú veist, með svo marga flotta búður í dag sem er bara með það mesta sko, ef ég myndi giska að væri mest authentic massamann hérna á Íslandi þá myndi ég benda þér á að fara á time-out-stofuna í Fákafinni ég held að þeir séu með þetta eins authentic og hægt er tælandska mat ef við ætlum að fá massamann sem er svona the real shit sko. ég held að þetta sé orðin svona draumur bara ég held að þetta sé ég held að þetta gefa þeim séns ég held að ég sé búin að búa til eitthvað svona fallega mynd af þessu mat sem ég borðaði sem að var kannski ekki svona góður en bara upplifunin var svo góð að ég mun aldrei geta fengið eins gott aftur sko. ég held að babycorn og ananas og smá kartöflur alls ekki Þetta er búin að fara á Nannatæ
Ég er farin alls konar sko, en máli að það sem að þetta var bara basically bara stórar kartöflur og hrísgrjón og svona og bara heilir kjúklingaleggir og var í rauninni ekkert annað. Það var einhvern veginn ekkert gremmit í þessu, þetta var bara sós sem var bara svo brjáluð. Þetta var kannski bara eitthvað allt annað. Já, þú var bara eitthvað miskilið. Nei, ég fór á marga staði sko. Það bara... Og var þetta alltaf svona? Nei, það var alveg misjæmt, en það var oft sko. Það sem það var ekkert mikið einhverju, þetta var ekkert mikið einhverju svona julli, þetta var svolítið bara... En sko við notum svo mikið að julli hér til að drýja matina því að það kostar okkur svo mikið allt þetta próteindót, sko. Já, mögulega. Kjúklingur eru dýrar heldur en grænmeti. Já, það er samt að hraðri leið að breytast. Það er þetta bölva innkaupa talandi svona chili-dót, sko. Ég fór eins og til Bandaríkjana og fór inn á matvöruverslun og það var svona kryddstaukur sem stóð á hérna slap your mama, þú veist það hét það. Já, alveg mjög eftirminnilegt. Það er sterkt. Já, en Davíð var einu svona með hérna asíska stað. Já, Asian Express hét hann. Hvar var hann? Við vorum staðsettir í hérna, Strandgötu í Hafnarfirði. Já. Og líka í Smáralindinni. Já. Þannig að... Það er nokkur ár síðan. Já, það var hérna, kom svo Guð blessi Ísland og þá... Já, ok. Það var bara Dominos, allir panta Dominos og jarða þetta. Ok. Já, þú varst í asísku matíðan. Já, líka. Ég var búin að prófa ýmislegt, en já, prófaði þetta. Og þar vorum við sem sagt svona vinsælustu asísku réttinu frá mismunandi Asíu þjóðum. Wow. Þannig að þetta var, þú veist, thailandska og Víetnam og kínvest og indvest líka, temusal og korma og allt þetta. Það hefur örgulega fungerað mjög vel í dag. Já, ég held það. Þú þurfum að byrja aftur. Líka skjóta mig í fótinn til það. Já, og hvað eldar mest heima þar? Eða þú ætlar að treat yourself einhvern veginn, bara gera eitthvað geðveikt, svona indverst, hvað er svona mesta guilty pleasure? Vá, nú er ég náttúrulega bara ekki búin að vera með rosa mikið tíma að elda eitthvað svona juicy lately. En ég er rosa mikið fyrir þess að tandoori ofn. Hann er alveg mjög góð og svo slow cooked. Tandoori ofn? Já. Hvað er tandoori ofn? It's a clay oven sem er mjög heitt og þú fær þess að smoky feeling út úr hann. Og er með viðakuppa? Já. Ég elska svona mini. Já. Mjög þægilegt, ég get með þess að ég rullar honum bara og ég hef tekið honum með mig alveg, ég tók honum með mig til Seyðisfjörð og bara gætt sett honum út á ströndin þar og það var rosa stemning. Vá, þetta hljómar mjög romantist. Elska svona, ég elska þegar fólk kemur og segir mig frá græjum, sérstaklega þegar það er úr, þú veist, leir og eitthvað svona, eins og hérna skálinn sem er eldað í hérna með strompinum, ég man ekki hvað heitir. Er það Arabik? Já. Eggið? Nei, það er svona skál og svona strompur. Svo gott, já. Elska allt svona. Taginn, já. Taginn, það er eldað alltaf í þessu. Já, hvað heitir hann? Ég man það ekki djöfullega, en allt þetta er svo geggjað þegar þú fer að labbar inn á veitingastað og sér það að vera eld í einhverju leir, dóti og svona, þá er ég bara, hérna er gott að borða. Alveg eins og þú fer að fara í pítsu og sér bara eitthvað geggjaðan eldóp, þá er þetta svona, þetta verður góð pítsa. Ég er búin að vera húgt á í allt sumar að grilla fisk. Grilla allan fiskorið. Þú veist, sérstaklega lúðu og lax og allt það sem að feitar í fisk. Mér finnst þetta geggja og svo hefur prófað að taka bara heilan fisk líka með hausnum og öllu. Þú veist, auðvitað náttúrulega hreins eineflin og allt það og grilla hann bara í heilu. Já, skera hans í hann og salta og krydda og... Það er svo mikið stemning. Mér finnst það stemning. En ef ég er með kólagrill heima, gæti ég, það er hægt að reiki í, sko. Já. Gæti ég reynt að búa til tandoori ofn úr því? Ég er engin sérfræðingur. Nei. En hvað gerir tandoori ofn að tandoori? Er það bara leirið sem heldur þessu og nær bara brjálum hitta? Já, þú næði svo rosalega mikið hitta. Og hvernig hitta? Með hvað ertu notað til að hitta? Kól. Kól, já. Það er svo
lánaði ofn. Ég fer heim á eftir og fer að googla tandoori-ofna, sko. Já, Þetta svona svo geggja, koma heim til einhvern sem með, þú veist, græir úti og eða þú ert með eitthvað svona, þá ertu bara strax orðið vinur minn, sko. ég var svona með sjónvarsþátt og var að elda með þessan ofn og enda með við tókum inn alveg nokkra svona salduðum. Þetta var alveg, hún er svolítið sæt ofnin. Já. Hún er flott að hafa út í garð alveg. Já, geggja. Mér finnst samt svona gaman að elda í náttúrunni, fara bara út á strönd og gera varðeld og henda draslinu bara þar í og þú veist, bara kartöflur með þess að ekkert í álpapi, bara brenna draslið og bara, þú veist. Já. Þú veist. Já, það er stemning. Já, stemming. Það er alltaf mikið, matinn bræðast alltaf betur úti, finnst mér. Já. Ég upplifa alltaf eins og mín kynslóð sé svolítið að klúra þessu maður. Hún fyrir neðan. Er krakkar í dag eitthvað að fara út í náttúruna að elda? Nei, bara Er ekki bara aldrin? Það Pizza kemur með og- aldrin. Já, kannski. ég veit það. Ég er alveg segur, sko. Ég fer ekki útilegur og eitthvað kongulær og allt og mikið pempið, sko. Já, já, ég þól ekki að vera í tjaldi einhvern veginn og allir heyri mér hrjóta og þetta er alveg. Þú er að læra það. Já, ég veit að kona mín elskar útilegur, sko. Ég er alltaf bara, nei. Svo lengi sem Eins að og Grinch. græjunar eru í lægi, þú veist, að sé himinin á tjaldinu sé í lægi og hann lekur ekki, þú veist, eins og maður lendi einu sinni í því, svo í einhverju tjaldi, þú veist, svefnpoka, og það var engin himin. Það var bara gott við þegar maður fór að sofa, en svo komur rigning nóttina og ég vaknaði bara, þú veist, fljótandi út úr tjaldinu, þú veist, það kom svo mikið vatn inn í tjaldið. Endaði bara inn í bíl með miðstöðin og botni og... Já, það var eiginlega að vera einfalt. Já. Við leiði einu sinni antíkt tjald og það var eitthvað, ég veit ekki hvernig það gerist. Það var eitthvað rosa flott tjald, leiða og svo eftir á fattum við þetta var antíkt. Og Það er einhvern veginn ekki að fyrsta sem maður hugsa að maður vilji antíkt alls tjald, ekki. sko. alls ekki, við komum á staðnum frekar seint kvöld og ég var með lítið barn og að ég var bara að lappa ring eftir ring og reyndi í klukkutíma, svo kom einhver annan til hann og sagði, herri, ég er búin að horfa í klukkutíma, ég var með svona tjaldingutíma, ég skal bara hjálpa þig. Svo það er verið að vera easy núna held ég að það er svolítið líkil orðið. Já, og það verður gott viður. Já. Er þetta ekki bara hvítu tjöldin í Vestmannum? Er það ekki orðið antík tjöld? Jú. Það er ekki gamalt stótt. Þau fíku bara. Já, bara fjúk. Já, maður sérðu. Maður sá nú myndbönd að því bara að fólk stóð inn í þeim bara með vatn upp á hné einhvern veginn. En það var samt gaman, já. Auðvitað. Já, það er stemming að vera í ruglinu, sko. Þetta er Ísland. Þetta er En það er samt ekkit svona gaman að vera bara í Húsavík með fjölskyldinni og vera í antík tjaldi og allt í rugli, sko. Það er ekki alveg það sama. Nei, þetta var svona, hún var sjálf aldrei, jú, svona var þetta. Við fengum þetta tjald og svo fattum við, þetta er antík tjald og síðan var leiðbenningar og enda maður að það ringdi hana og það svo, ég er aldrei búin að tjálta þetta tjald. Svo þetta var rosa ævintýri. En eftir við búin að setja þetta upp einu sinni þá var þetta einfaldara, talvörtu einfaldara. Höfum ekki farið í tjaldlegu eftir það. Nei, ok. Nei, ég er grínast. Kjæðinni frá bara hótelherbyggi, punktur. Nei, það er stemning var í tjaldi. Já, en ég er að segja að maður er búin að brenna sér svona á þessu, þá kannski vil maður bara hitt. Já, Þægindin. er ekki bara allir komin í einhvern húsvagn og eitthvað? Já, skuldahala. Já, skuldahala. Já. Ég held að við séum bara komin ansi langt og bara komin tími til að fara að kalla þetta gott. Já, ég held það líka. Ég þakka bara kærlega fyrir komuna. Það er bara takk fyrir að fá mig. Ógeðslega gaman að fá þig og gangið er ógeðslega vel. Takk fyrir það. Og bara áfram funky bangra. Já! Yes! Vel gert! Takk fyrir mig. Gangi ykkur vel. Takk fyrir.